Komið sæl og gleðilegt nýtt ár. Það má nefna áður við byrjum á veðurspánni að það 100 ára afmæli Veðurstofu Íslands í dag og má reikna með að verði viðburðardagskrá út allt árið og að gera fylgjast með því þegar það verður auglýst síðar. En það þessi lagð hér hérna á Grænlandssundi sem að stjórna veðrinu hjá okkur beinir til okkar suðvestlægum áttum með svona, það voru slyddu él sem gengu yfir landið í dag, einhver vestan til og sunnan til, en það verður svona kólnandi núna hjá okkur og þetta verður svona meira afgerandi í éljagangur svona þegar líður á kvöld og í nótt og á morgun. Myndast önnur lægðarbóla þegar lægðin fer yfir og við heldur hér svona éljagangi, en þegar lægðin fer yfir í kvöld og nótt þá reyndar kemur norðan hríðum tíma norðan til landinu. En sjáum að dökkblá liturinn hann svona fer að taka yfir og verður talsvert frost á landinu og frystir á öllu landinu í nótt og verður frost á öllu landinu á morgun og sérstaklega þá inn til landsins þar sem við væntanlega sjáum einhverja tveggjastafa frosttölur. Sjáum hér að það suðvestlæg átt í þessu hérna í kvöld, fram á kvöldið, en síðan kemur hér norðaustan hvassviðri með hríðarveður á Vestfjörðum og það mun taka gildi þá gul hríðarviðvörun á Vestfjörðum í nótt, en síðan það verður áfram svolítið éljagangur hér á Suðvesturlandi í fyrramálið og kannski skásta veðrið þá á Austurlandi þetta leyti, en skafrenningur og blint á heiðum og svona á norðvestan til á landinu í fyrramálið, en síðan kemur þessi norðan strengur yfir og verður norðan hríð á landinu með morgninum á Norðurlandi, en gula viðvörun svona ætti að detta út þetta leyti þar sem að það svona dregur aðeins úr vindi. Við sjáum að það verður farið að draga svolítið úr vindi, sérstaklega norðvestan til á landinu seinnipartinn, nokkuð þurrt svona víða sunnan heiða og við sjáum að það kalt í veðri, en síðan má reikna með að komi hér inn svona élja bakki seinnipartinn á morgun vestast á landinu, kemur svo færist svo yfir og með svona vestan strekking með jafnvel allhvassan vind svona þegar élin gangi yfir, en á föstudaginn þá fer hann að fara í norðlægri átt aftur, léttir til sunnan og vestanlands, en það verður norðan hríð væntanlega svona lengst af á föstudeginum, en svona skánar veðri svo svona eftir því sem að líður á fyrir norðan einni, en fallegt vetrarveður sunnan og vestanlands og kalt í veðri og þegar kemur fram á föstudagskvöldið og laugardaginn þá kom inn skil með talsverðri úrkomu, ætli þetta byrji ekki sem svona snjókoma og slydda á láglendi sunnan og vestanlands, en fer svo líklegast yfir í rigningu á láglendi og Suðurlandi, en snjókomu eða slyddu hér á Norður- og Austurlandi og þetta kerfi gengur svolítið hratt yfir, þannig að það tekur við svo aftur suðvestanátt og kólnar með éljum, þannig að það heilmikið að gerast og ætti þá að létta eitthvað til á Norðausturlandi á sunnudaginn. Við sjáum að þetta svona strekkingur í þessu suðvestan strekkingur eða allhvass-vindur og líklegt að verði svona svolítið blautt í þessu til að byrja með á láglendi, en fer svo yfir í éljagang. Það hvasst í Noregi og áfram vindasamt og úrkomusamt einnig á Bretlandseyjum, sem það eru nokkuð mildar tölur víða í Skandinavíu og í Evrópu, hæðasvæði sem liggur hér yfir og víða fallegt veður í Evrópu og það kannski heldur skýjað svona í norðvesturhlutanum, en eitthvað slæmt veður í Tyrklandi, en fínasta veður á Íberíuskaga. En þetta verður síðasta kortið hjá mér í kvöld. Verið sæl.